Tommi togvagn sem á heima á stórri lestarstöð á Sótoreyju. Hann nokkuð ósvífinn með 6 lítil hjól, stuttan kubbslegan stromp, stuttan kubbslegan gufuketil og stutt kubbslegt stýrishús. Hann mjög iðinn, sífellt að sækja og flytja vagnana sem stóru eimreiðarnar draga hvert á land sem Og þegar lestirnar koma, dregur hann tómu vagnana burt svo stóru eimreiðarnar geti hvílt sig. Tomma finnst enginn vera eins duglegur og hann. Honum finnst gaman að stríða eimreiðunum, sérstaklega Gyrði, stærstu og stoltustu eimreiðinni. Tomma finnst gaman að blístra dónalega á hann. Vaknaðu, leti haugur, akkur ert ekki duglegur eins og ég? Dag einn hafði Gyrðir dregið langa hraðlest og var mjög þreyttur þegar hann kom inn á hliðarsporið. Hann var alveg að sofna þegar Tommi birtist á sinn ósvífna hátt. Vaknaðu, leti haugur, reyndu að gera eitthvað svona einu sinni. Getur ekki náð mér. Hann hló að honum og fór. Í stað þess að sofna, hugsaði Gyrðir það hvernig hann gæti hefnt sín á Tomma. Dag einn gekk Tomma illa að vakna. Lestarstjórinn og kindarinn kom honum ekki í gang. Eldurinn sloknaði og það kom ekki nógu mikil gufa. Hraðlestin átti að fara að leggja af stað. Farþegarnir biðu en vagnarnir voru ekki tilbúnir. Tommi komst í gang á síðustu stundu. Æ, geispaði hann. Hann flýtti sér inn á stöðina þar sem Gyrðir beið. Reyndu að flýta þér, sagði Gyrðir. Flýttu þér sjálfur, svaraði Tommi. Þá fékk Gyrðir hugmyndina. Já, sagði Gyrðir, það skal ég gera. Og áður en vagnarnir höfðu numið staðar bakkaði Gyrðir hratt og tengdi sig við lestina. Allir borð strax, flautaði hann. Tommi ýtti yfirleitt lestunum af stað, en þá var búið að leysa hann frá vagnunum. Núna fór Gyrðir svo hratt að ekki vannst tími til að losa Tomma. Þetta var tækifærið hans Gyrðis. Áfram, áfram, kallaði Gyrðir til vagnana. Lestin fór hraðar og hraðar. Of hratt fyrir Tomma. Hann vildi stansa en gat það ekki. Píp, píp, stans, stans. Áfram, 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 hló Gyrðir. Getur ekki leyst sig, hlógu vagnarnir. Aumingja Tommi fór hraðar en hann hafði nokkru sinni áður gert. Hann var lafmóður og verkjaði hjólinn en hann varð að halda áfram. Þetta verður mitt síðasta, hugsaði hann sorgmæddur. Hjólinn á mig slitna upp. Loksins var komið að lestarstöð. Tommi var losaður frá. Hann var máttlaus og skömmustulegur. Hann fór á snúningspallinn og hugsaði þegar var hlegið að honum. Og síðan fór hann út á hliðarspor og úr augsýn. Jæja, Tommi litli, sagði Gyrðir og brosti. Núna veistu kannski hvað að vera duglegur. Aumingja Tommi svaraði ekki. Hann náði ekki andanum. Hann skrölti bara hægt í burt til að hvíla sig. Hann fékk sér nóg vatn að drekka. Hann fór mjög hægt heim og gætti þess vandlega að vera aldrei framar ósvífinn við Gyrði.